Já, þá er að tefla aftur. Það er einhver stórmeistari. Er þetta Patrick Wolf? Skemmtilegt. Ég finnst þetta er Patrick Wolf frá Bandaríkjunum. Og hann er, held ég, óvirkur í on the board chess, eða sem sagt skák yfir borðið. Teflir greinilega eitthvað á netinu, kallinn. Ég veit eiginlega ekkert um hann nema bara ég þekki nafnið. Ég ætla að tefla eitthvað svona bótunik peðastöðu með peðin hér og biskupinn hérna á G7 og skil þennan reit náttúrulega svolítið eftir, en set peðið á D6 og biskupinn á E6 og peðið á H6 og hoppa stutt og gera það hratt og örugglega. Og reyna að setja eitthvað pressu á Patrick Wolf. Það er svolítið skemmtilegt að fá tækifæri til að tefla við hann, því að ég man eftir þessu nafni bara frá ég var yngri á einhverjum bókum og blöðum. Ég skal, þessari skák lýkur, fletta einhver upp Patrick Wolf og segja ykkur frá því. Ég ætla að leika drottning D7 og F5 í næstu leikjum. Hann er búinn að stoppa loka fyrir þann möguleika að ég geti gert eitthvað. Hvað er þetta? Skriðanleikur. Byrju í drepið, biskupdrepur, riddar eitthvað. Þetta er eitthvað riddar hér. Tekið, biskupdrepur D5. Og er þetta eitthvað að menta hjá honum. Sjáum hvort þetta gengur upp hjá honum. Show me, eins og það er oft sagt. Sko, ég ætlaði bara að drepa hér. Ef hann tekur, já, en nú er hann alltaf bara peð undir, kallinn. Hvort ætti ég að leika biskup F6, sem hefur vissulega sína kosti. Ég get líka að leika kóngur G7 og nýtt hálínunni framhandinu. Eða F6, sem að múra biskupinn minn algjörlega inni. Sko, biskup F6, hrókur E4. Þetta er E7. Tekið hrókur B8, biskup A6. D5. Ég held að það sé allt í lagi, sko. Það fínt að hafa kónginn minn hér. Gríðarlega menntuð taflmennska hjá Patrick Wolf. Peðar á leiðinni til A6. Ég sé mig knúinn til að stoppa. Sko, þetta er veikleiki, en ég sé, af því ég sé svo langt fram í tímann, sé ákveðið möguleika að nýta hálínuna og kannski lauma þessari drottningu hér og pirra hann eitthvað. Það getur aldrei leikið H4, nú ætlar hann að leika drottning G4 líklega, þá ætla ég að vera hér. Hef auga með þessum og ég ætla að fara hingað kannski, getur leikið G4 ef ég þarf, drottningin fyrir F3, drottning F3, það kemur örugglega riddari D4. Riddari D4 væri vondur, þannig að ég hef auga með þessu hér. Þannig að hann stoppar það. Hvað er þá að þessu? Hvað er að þessu? Er eitthvað að þessu? Hann verður örugglega að leika hrókur H1, já, einmitt. Nú langar mér mjög að leika hér. Þá geti komið drottning F3, drottning H3, kóngur G4, drottning E4. Er ekki neitt, finnst mér. Hér. Biskupinn getur farið á F3 og ef ég næði D5, það er eins og gott. Ætti ég að skáka strax, getur alltaf bjargað biskupinn G2, held ég. Það er ekkert að vera að hugsa of lengi hérna. Drottning F3 eða biskup F3 eru líklegir. Þetta var það sem ég ætlaði að gera. Gerum það. Ok.
Já, já. Þetta er allt í lagi. Sko ég spurði hvort ég snúi mig núna að E-línunni. Ég er ekki að fara að máta hana á H-línunni. Ekki bráðlega allavega. Ég þarf að gera eitthvað á miðbáninu. E4 kemur sterklega til greina. Og af hverju ekki bara? Why not? Koma þessi leikir hérna. Það er að vanda mig núna. Mig langar að gera ýmislegt. Í þessari stöðu. Ég veit ég stend töluvert betur. Mig langar að leika pínu að leika drottning D5 og ef hann leikar H5 biskup G. Mig langar líka að leika hrókur. Gera þetta. Mig langar líka að leika hrókur H8. Hrókur H8 H5 var ég að hugsa. Ok, núna hér, ef hann leikur H5 kemur biskup G5 og ég næði að draga þessar barnatennur úr honum í sókninni sem hann er að angra mig með og ef ég fæ svörtu reytina, ef tala ekki um ég fæ drottningin á G5 þá er þetta mjög óþægilegt fyrir hann. Ég hef náttúrulega líka bara getað tekið á H5, þetta var ekkert að því. Svo hrókur G8 og eitthvað. Það er líka verið fínt, en ok. Það er ekkert að þessu. Ég hóta öllu illu. Hrókur G3 getur hún leikið, kannski. Kannski ekkert svo galið. Get ég ekki bara tekið hérna núna? Hvað er að því? Er ég að missa einhverju? Ég mista þessum. Maður. Og það er vonu hér. Klöfarskapur á þetta. Nú var hann að fá smá spil, blessaður, sem það var algjör óþarfi að gefa honum. Nú var hann líklega búinn að jafna tablið. Karl Uglan. Ja, þetta er allt í lagi. Ég verð að halda pressun á honum. Halda pressunni. Við pressa F2-peðið. Er að halda henni. Ég er að hafa kónginn minn safe hérna. Hann sé ekki einhverjar skákir sem að vofa yfir. Ég gæti þetta tekið hér bara. Það hafðist hann vil tefla aftur, ég verði því miður að hafna því. Því miður, herra stórmeistari, þú ert skákum át. Sko, ef hann leikur hér þá getur hann tekið hér og þetta er máti. Og ef hann leikur hér þá getur skákað hér. Já, hann ég held að sé búið. En ég ætla að kíkja aðeins á þetta. Það var gaman að tefla við Patrik Wolf og enn skemmtilegra að ná vinnan með svörtumönnunum. Hann teldi svona rólega leið gegn Sigurleifur D3
bara flett þessu eldsnögt upp. Patrik Wolf, hann nú ekki svo gamall. Hann rétt 52 ára. Og hann var Bandaríkjameistari í 1990 eitthvað, áður en ég byrjaði að tefla. En ég held að sé löngu hættur, hann einhvers konar fjárfestir í dag. Þá vitið þið það. En löngu hættur atvinnumennsku. Það var þessi stórmeistari. E4, C5, riddari F3, E6, D3, riddari C6, G3, G7, G6 og biskup G7. Ætla ég að segja. Riddari G E7, hrókur E5. Svartur tapar tíma. Peð tekur 2 leiki að komast hingað, en á meðan hefur hvítur leikið frekar hægfara leikjum. Þannig að það skiptir ekki öllu máli. Svartur getur gefið sér tíma í þetta, D6. Þetta frekar góð uppstilling fyrir svartan og líka fyrir hvítan, eða sem sagt þessi uppstilling með hvítu líka fín. Það auðvitað að tefla þetta, maður fljótar að leika, maður með mikið rými, maður með smá veikleika, en hvítur ekki gera neitt til að nýta þess hann hérna. Hjörvar Steinn Grétarsson, stórmeistari, okkar besti skákmaður á Íslandi, hefur mikla trú á þessu afbrigði og hann gerir þetta sama því ég gerði með svörtu. Hann leikur peðinu á E6 og síðan fer með það bara til E5 með fínum árangri. En hann hefur greinilega ekki verið ánægður með stöðuna, Patrik Wolf, hér, því að hann ákvað að fórna peði hérna. Ef hann gerir það ekki, þá ég bara að fara að leika hér og F5 og svo bara G5, F4 og svo framvegis, og hann ekki með neitt rými, hann ekki með þetta gegnum broti eins og hvíti þarf oft að tefla upp á í svona stöðum. Hann ekki með það og hann einhvern veginn svona dálítið aðþrengdur hérna. Þannig að hann ákvað að fórna peði svona og ég leik biskup F6. Ég ætla aðeins að ég veit að tölvan mun segja að svartur standi örlítið betur. Hún segir bara -1 og hún segir F6 eða G4. Ég pældi ekki einu svona í G4. Auðvitað G4 bara góður leikur. Því að eftir G4 þá get ég líka bara leikið F5 næst. Valda allt. Mér fannst þess að ég þurfti bara að valda peðið. Skrítin blinda. En ég leik biskup F6. Sá leikur fær ekki eins góða einkunn hjá tölvunum, en samt tölvöld betra á svartan en það. Og A5, A6, mjög eðlilegt. Hér á reyndar, ég var alltaf að hugsa þessa hugmynd hérna. Hér, hann á líka þessa hugmynd hér, hann örugglega að mista því. Ég mistaði líka. Þetta sniðugt, virkja hrókin, sækja G5 peðinu. Þá kannski vinnur hann peðið tilbaka, sko, getur verið. Kóngur G7, ég var reyndar dálítið ánægður með þessu tilfærslu hérna. Hér var síðan hrókur H8 vegna þess að ég hóta skáka núna H3. Hann verður að stoppa það einhvern veginn og þá fæ ég tíma til að fara með riddarann og leika D5 og þetta allt best samkvæmt tölvunni, þannig að hún ánægð með þetta. Blessunin, biskup G4, drottningin fór C6, kóngur G1, hrókur A D8 frábær leikur, hrókur H til E8. Tölvan vill leika drottning D6 og held ég fram að það sé frábært og vill fara með riddarinn á C6. Það nú kannski eitthvað til síns máls það sem hann stendur vel, þannig svona vantar eitthvað reyti hérna. En ok, þetta bara mun betra tafl á svartan. Önnur hugmynd með H-hrókin H8 að þá valdar hann auðvitað H4, þannig að það einhvern veginn aldrei inn í myndinni fyrir að leika H4. Hann ná einhvern veginn engin gegnumbrot í þessari stöðu, eða þannig að hann á ekki neitt til að opna stöðuna sér í hag. Þannig að drottning D6 riddari C6 heldur einhvern veginn öllu saman og langtíma planið þá að ryðjast áfram á miðborðinu. En ok, hann leik biskup C1. Af hverju samt? Af hverju ekki bara koma mönnum í spilið? Hrókur eitthvað, hrókur E eða D1 eða eitthvað. Nei, ok. E4, góðleikur. Drepið, drepið, H4. Drepið, drepið.
drottning D5 er ágætur. Hér hefði ég samt líka getað leikið og ég sé bara núna allt í einu. Biskup E5, hugmyndin F5, tengja piðin, tengja piðakjöðina. Þetta er bara kolunni tafl á svartan. En ok, þetta er fínt líka, þetta er alltaf leið, bara eins og sagt á ensku centralizing, setja drottninguna á miðborðið, setja hann á opna línu, hafa auga með einhverju rautum hérna. Hrókur H3, hrókur H8. Hér missum við aftur báðir af þessum leik sem er sniður. Hann leikur H5. Og hér fattaði ég eiginlega eftir á að ég hefði kannski bara átt að drepa. Ég leik biskup G5, það er enda mjög góður leikur. En það sem ég sá eftir á var ef ég drepið hrók G8, þá var hann ekki í sókn. Það frekar ég sem er í sókn og ég fylg kongið minn bara hér og opna línur og þú veist, hann er ekki búinn að klára, ég ætla ekki að gera þetta, hann er ekki búinn að klára liðskipurinn nógu mikið til þess að geta þóst verið að sækja eitthvað. Ég leik biskup G5, ég vildi þannig sé svona létta stöðunni aðeins og vinna H5-peðið. Sko ef hann tekur með drottningu á E4 eins og hann gerði, þá vill tölvan frekar taka með hróka H5. Ég tók með peðið, það gefur hann þennan. Hann er með ákveðin færi eins og gerðist. En ég átaka með hrók hérna, það er sniðugt, ég mista því. Þá náttúrulega má hann ekki taka hér, þá vinn ég biskupinn. Og ef hann leikur hrók G3 núna, þá get ég leppa biskupinn á móti hér. Og svo hef ég tíma til þess að koma hérna og það er engin hætta, kóngurinn minn er algjörlega öruggur. Þannig að þetta hefur verið sniðugt, ég mista þessu. En allt í henni fær hann færi hérna, þetta var óþarfi. Ég grýttir G6 til þess að loka línunni, þá á hann einhverja biskupsleiki. Leik biskup F5, það er að valda hérna og hann tekur hér, þá er þetta bara nýfjant samkvæmt tölunni, en þetta er ekki alveg nógu nákvæmt einhvern veginn, hann þarf vel að stoppa, þetta er leiðinni veikleikinn, hann þarf vel að stoppa þetta, hrókur F3, svo hrókur E1 vill tölunni leika, ekki gefa mér tækifæri til þess að taka línuna, hann hefur ekki tíma núna í þetta, nú fyrir hann að vera að valda peðið sitt. Það var hann svo rosa passífur. Skárri leikur hérna er auðvitað hrókur F1, við ekki hennar mistökin, en þetta er ekki, hrókur E1 er mjög slæmuleikur hjá hann. En nú er þetta alltaf í orðið líklega að vera unnaðið mig, svo tældu við nú ekki glæsilega hérna í næstu leikjum. En mér fannst skynsamlegt að hafa kóngið minn öruggan, hafa hann hér eða hér, og valda 7. reiturröðina, bara til að sniðugt að gera þetta tímarhækki, hafa kónginn öruggan, koma fyrir þetta skákir, þannig að maður sé ekki að leika einhver af sér, valda beisinu eins og stundum kallað, valda 7. reiturröðina og hafa kónginn þar, það er enga skáki núna, ég er ekki að gera neitt, en hann þarf að finna einhverja leiki, pressan er á honum, og nú fór hann allt í einu hingað, þá gat ég skáka hér og eins og við töluðum þetta er kóngur H1, kemur hrókur H3, vinn drottninguna, hann var að leika drottning H2, ef hann leikur kóngur hér, þá getur ég tekið hér og þetta er mát bara nokkrum. Mát hér. Þannig að þetta var ánægilegt, skemmtilegt að fá tefla við Patrick Wolf sem ég valdi telt í áður, bandaríska stórmeistara og ég er að nálgast 2-4 aftur og ætla yfir 2-4 við fyrsta tækifæri. Sjáumst í næsta skák.